Hvaða afleiðingar hefur það að halda áfram á braut markaðsvæðingar í öldrunarþjónustu á Íslandi og hvað getum við lært af nágrannaþjóðunum? Hvernig hefur aukin markaðsvæðing öldrunarþjónustu reynst Svíum? Við fengum einn helsta sérfræðing Svía á þessu sviði, Mörtu Sepiheli, prófessor emeritus við Stockholms háskóla, til að fara yfir þessi mál með okkur. Grunn hugmyndafræði á öllum Norðurlöndum hefur verið að allir hafi sama aðgang að bestu þjónustu sem völ er á. Veskið á ekki að ráða ferðinni. Hugmyndin er að ef bæði ríkir og fátækir nota sama kerfið, þá tryggir það betri þjónustu fyrir hérna efnaminni. Fram til 1990 var engin hagnaðardrifin öldrunarþjónustu á Norðurlöndum. Í dag er 20% öldrunarþjónustu hagnaðardrifin í Finnlandi og Svíþjóð. Loforðið var aukin gæði þjónustu, lægri kostnaður og að aukin samkeppni myndi veita opinberum kerfum aðhald. Lægri kostnaður náðist til að byrja með en á kostnað gæða. Þegar margir ólíkir aðilar voru farnir að veita þjónustuna þurfti mikið eftirlit sem hefur aukið kostnað. Það mikilvæga er að enginn talar lengur sparnað í kerfinu. Við höfum engin dæmi betri þjónustu, engin mælanlegur munur er á ánægju með þjónustu. En það eru margar vísbendingar slakari þjónustu, til dæmis aukin starfsmannavelta og færra sérhæft starfsfólk. Þjónustan hefur líka orðið einsleitari og fábrotnari sögum flóknara regluverks. Og svo eru mörg dæmi vöru eða þjónustusvik. En af því að starfsemin varðar viðkvæma hópa sem eiga allt sitt undir órofinni þjónustu, þá er erfitt að loka fyrirtækjum sem ekki standa sig. Svo er það enn eitt. Hagnaðardrifnir einkaaðilar kjósa nánast einvörðungu að þjónusta þéttbýliskjarna, sem er umhugsunarvert fyrir landi svo Ísland. Samkeppnin virkaði aldrei sem skyldi. Stórir aðilar stunduðu óraunhæf undirboð og ruddu smærri aðilum af markaðnum. Niðurstaðan varð fákeppni þannig að nú ráða 2 aðilar meira en 50% af markaðnum. Markaðsvæðing öldrunarþjónustunnar hefur leitt til þess að stórfyrirtæki á sviðinu hafa veruleg áhrif á umræðu og stefnumótun. Munum að gamalt fólk eru borgarar með réttindi en ekki neytendur á markaði. Það er nóg til.